Spurning í dag handa ykkur, það hérna, handa okkur, hvers vegna erum við hér? Og þá ég ekki að tala hérna á jörðinni, ég bara að tala hér í dag. Hvers vegna komum við á samkomu? Komum við bara af svona skyldurækni? Eða komum við af gömlum vana? Eða komum við virkilega til að lofa Guð? Amen. Og það vekur svo bara spurningum. Lofum við Guð bara á sunnudögum hérna á milli 11 og 1? Nei. Erum við bara vinalegu fólki í kirkjunni? En hvað þýðir það? Við eigum þá ekkert að mæta á samkomu? Akkurat, alveg eins og Páll postuli sagði. Hann segir í Hebreabréfinu, ef við erum með biblíu með okkur, og getum við flett upp á því, að sjálfsögðu með biblíunum með okkur. Það er í Hebreabréfinu 10. kafla. Þar segir Páll í 25. versi: Vanrækið ekki safnaða samkomur yðar eins og sumraði siður, heldur uppörfið hver annan, og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær. Okkur ber það skylda til að koma hér saman og uppörfa hvert annað. Og það stór hluti af því sem samkomur snúast um. Eins og við lásum áðan í orðskviðunum, maður brýnir mann. Við komum saman til að lofa Guð og til að dvelja saman í einingu andans. Og til uppörfa hvert annað. Og við eigum ekkert að láta þar við sitja. Heldur eigum að uppörfa hvert annað utan kirkjuna líka. Símtal, textaskilaboð, smá tölvupóstur eða skilaboð á samfélagsmiðli. Það gerir oft heilmikið fyrir þann sem fær. En það gerir líka heilmikið fyrir þann sem gefur eða sendir. Því það er sælla að gefa en þiggja ekki satt. Komum saman. Gefum smá kaffibolla eða bara smá spjalli. Það er uppörfun. Í póstulasögunni, við fórum nú yfir það svolítið daginn í öðrum kafla talað að þeir komu saman daglega. Brutu saman brauðið og neyttu fæðu saman í heimahúsum. Daglega. Það var ekki bundið við sunnudagi á þeim. Ég er ekki að segja að við höfum að gera nákvæmlega eins og þau gerði í frumkirkjunni. En hugsum aðeins það, ef við gerðum það, væri heimurinn ekki örlítið öðruvísi, vonandi betri. Ef við gerðum svipað og þeir gerðum, kæmum saman reglulega, við komum ju saman reglulega. En kirkjan er ekki húsið, kirkjan er ekki þessi staður hér. Kirkjan er við. Við erum líkami Krists. Og hvert og eitt ykkar hefur hlutverk. Hlutverkin er ekki bara hér upp á palli, hlutverkin er ekki bara pastorinn, það er ekki bara svo sem er í dyrum, við erum hvert og eitt okkar höfum hlutverk. Við erum líkami Krists, við erum, eins og segir, að hver taug inni sína þjónustu af hendi. Hvert og eitt ykkar er mikilvægt. Ykkar hlutverk er mikilvægt. Í dag snýst rosalega mikið það að fá afþreyingu. Heiminn snýst það. Fá allt matreitt fyrir sig. Við tökum upp símann eða opnum tölvuna og með einum smelli þá getum við fengið fréttablað hvaðan það er úr heiminum. Eða við getum lagast upplýsingar, uppskriftir, tónlist eða hvað sem er bara með nokkru smellum. Fáum allt. Og fólk vil fá. En það er ekki alltaf jafn tilbúið að gefa. En okkur, við sem að segjum að við trúum á Jesú Krist, okkur er boðið að vera öðruvísi. Við eigum að standa út og við eigum að stinga í stúf. Og það er merkilegt finnst mér að í
í bréfum Páls og reyndar öðrum bréfum líka, þá er varað við villukenningum. Það er mjög oft að tala varað við mönnum sem vilja gera lítið úr náðarverki Jesú og segja þess ekki nóg. Og strax á tímum frumkirkjunnar þá eru menn að afbaka það sem Jesú hafi gert, vildu breyta því, sögðu það væri ekki nóg. En hætti það svo ekki, við þurfum ekkert að glíma við það í dag eða það. Það hefur lítið breyst það ekki. Ef við lítum í kringum okkur, er ekki svipuð dæmi? Vilja menn ekki breyta Biblíuna aðeins? Aðeins að þurrka hérna út, þetta er svolítið óþægilegt. Þetta er ekki alveg í samræmi með það hvernig ég vil lifa. Ég skoða bara annars þær í staðinn. Ég breyti orðalagi aðeins. Hæglaðum svo svolítið. Bara svo að samræmist nútímanum. Þetta er gömul bók, þetta er ekki alveg í samræmi með nútíman. Það var akkurat þetta sem Páll var að vara við. Við eigum sem sagt ekki að fylgja heiminn og því sem heimurinn vill að við gerum. Við eigum einfaldlega að fara eftir því sem Guð bauð okkur að gera. Eða eins og Páll segir í Rómverjabréfinu, 12. kafla, og versi 2, það segir hann: hegðið yður eigi eftir öll þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins, svo að þér fáið að reyna hvers sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Og mér finnst það magnað að sjá það sem Páll segir hér, það er algjörlega tímalaust. Hegðið yður eigi eftir öll þessari. Þetta á bara alveg jafnvel við í dag eins og það átti við þá. Á þeim tíma glímdu þeir við ákveðin vandamál og í dag þá snýst það reyndar eins og þá, að standa vörð orð Guðs. Og það er ekki neinar málamiðlanir með það. En við að gera það með kærleika. Og það sem heiminu vill að við höldum er að ef við erum ekki sammála heiminum, að þá hötum við fólkið í honum. En Jesús sagði okkur að elska óvini okkar og biðja fyrir þeim sem ofsækja okkur. Við eigum að elska fólkið í heiminum, en það þýðir ekki að við séum sammálaði eða samþykkjum gjörðir þeirra. Sem betur fer okkar vegna að þá elskar Guð syndarann en hatar syndina. En sjáu þið muninn. Guð elskar manneskjuna og vill fá hann til sín, en hann hatar syndina. Hatar þar gjörðir, og það er þetta sem heimurinn á erfitt með að skilja. Að við getum elskað manneskjuna án þess að samþykkja lífstílana. En sem betur fyrir þetta svo, því annars væri við dæmt. Guð elskar okkur, en hann hatar synd okkar. En hann elskar okkur svo mikið að hann sendir son sinn til deyja fyrir okkur, til að hreinsa okkur á syndina. Ég hef oft sagt áður og mér finnst að það er ekki fyrir að við náum þessu að Jesús, hann dó fyrir okkur. En það er ekki það að hann dó fyrir okkur. Það var ekki, og það er það sem, kannski er það bara ég sem á svo oft erfið að skilja það. Hann dó ekki fyrir alla. Þetta var persónulega fórn hjá honum. Það er það sem mér finnst svo merkilegt. Hann dó ekki fyrir fjöldan, hann dó fyrir þig. Persónulega fyrir þig og fyrir mig. Það var ekki svona bara fyrir ykkur öll. Þetta var það persónulega. Fyrir mig allavega, það er ekki fyrir mig fór að aðeins að skilja það. Ég finnst það mjög verið að skilja það samt, því þetta er mikilvægt. Að maður fyrir að
að skilja hversu mikill kærleikur það er. Ég talaði áðan að við ættum að uppörva hvert annað. Páll gengur enn lengra og segir í Filippibréfinu, bréf sem að, ég hef svolítið gaman að þetta, er bréf sem kallað er Gleðibréfið. Þar segir hann í 4. kafla og 4. til 5. versi: Verið ávallt glaðir í Drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottinn er í nánd. Það er allt annað en auðvelt að vera glaður þegar allt er í molum. Og þegar allt og mikið er eftir að mánuðunum þegar peningarnir komir. Eða þegar eitthvað kemur upp á í vinnunni eða í skólanum eða bara hvað sem er. En þessi gleði sem Páll er að tala hefur ekkert með kringumstæður að gera. Eins og ég sagði þá, var kallast þetta bréf gleðinnar og Páll skrifaði sögnunum Filippíubréf þegar hann var í fangelsi. Það er ekki beint gleðilegt, er það? En þetta bréf er ekkert nema gleði og hann segir aftur og aftur: ég er glaður yfir yður bræður mínir, ég þakka Guði fyrir ykkur. Og þessi gleði sem Páll er að tala hún er ekki byggð á kringumstæður, það er alveg á hreinu. Hún er byggð á náð og miskunn Guðs. Og þegar við minnumst þess, þá skipta kringumstæður engu máli. Þá getum við að sönnu glaðst í Drottni. En hvernig getum við látið ljúflynd okkar vera kunnugt öllum mönnum, eins og hann segir? Með því eins og vorum að lesa á, með því að stinga í stúf, með því að hegða okkur ekki eftir öll þessari. Heldur taka endurnýjung, taka háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins. Við eigum ekki að blandast heiminum. Við eigum að vera í honum, við eigum ekki að forðast hann, en við eigum ekki að blandast honum. Við eigum að hafa áhrif inn, með kærleika, en með staðfestu. Í Filippibréfinu, eins og öðrum bréfum, þá minnir Páll okkur á út og hvað fagnaðarerindið gengur, hvers vegna Jesús dó fyrir okkur, og hann hvetur bræður sína og systur til dáða og að standa stöðug í trúnni og vara sig á þeim sem reyna að koma með aðrar kenningar. Og ég er búin að vera svolítið fasturinn í 4. kaflanum og það er af því að ég fekk tækifæri að tala þann hluta á samkomu á Selfoss daginn. Og mér finnst þetta alveg magnaður kafli. Fyrstu 9 versin bara eru ótrúlega gleði í þeim. Og það er svona magnað að maðurinn skulle hafa verið í fangelsi meðan að skrifa þetta. Og það sem að hann talar svo í versi 6 að við eigum að láta, hann hvetur okkur til að gera láta allar hluti, allar okkur óskir vera að kunna Guði með bæn og beiðn og þakkargjörð. Og þetta síðasta, þakkargjörð, er einmitt eitt af því sem fær okkur til að standa út úr. Við gleymum átt að þakka Guði fyrir bænasölu. Það er þessi þökk að þakka fyrir sig sem við höfum ekki gleyma. Guð hefur svarað bænum, við höfum svo sannarlega dæmum það hér. Við höfum dæmum það hér í dag. En ég held einna mest upp á vers 8 í 4. kafla. Það segir Páll að endingu bræður, allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð, hvað sem er lofsvert, hugfæstu það. Tókuð eftir að Páll sagði ekki taki eftir hvernig kristnir hegða sér. Nei. Hann segir bara allt sem er göfugt, rétt, hreint, sem er lofsvert, allt sem er dygð. Hugfæstu það.
Og það sem þetta segir mér að Páll að minna okkur á við ekki að láta reka með hverju sem heldur ætlast Guð til þess af okkur að við pikkum út. Og þetta góða, það getur verið hvar sem það ekki endilega bundið við okkur kristna sem betur fyrr. Heldur eigum að taka eftir því hvar sem við sjáum og tilengum. Fólk sem hefur ekki tekið á móti Kristi, það kann samt að gera eitthvað gott. Hugfesti það, segir Páll. Og ég trúi því að Guð vilja að við veljum á höfnum. Hann gaf okkur frjálsan vilja. Og við erum að vera vakandi yfir því sem við látum ofan í okkur. Og þá er ég ekki að tala bara fæðu. Þetta er rétt eins og við vitum það ekki hollt að lifa súkkulaðinu saman. Því miður, gaman að því. Mér súkkulaði gott. Nei, við þurfum að borða fjölbreytta fæðu sem samanstendur af fiski og kjöti og grænmeti og allt svoleiðis. Við höfum semst að velja úr. En á sama hátt þá þurfum við að passa hverju við hleypum inn í huga okkar. Rétt eins og Páll nefndi í öðru Jóhannesarbréfi, í 10. versi þar, að eitt kafli þar, hann segir hann: ef einhver kemur til yðar og er ekki með þessa kenningu, þá takið hann ekki inn á heimilið þar og bjóða hann ekki vera velkominn. Og ég skil þetta með heimilið, þannig að það sé einnig að tala hug okkar. Það tala að líkami okkar sé musteri heila sanda. Hverju hleypum við inn? Og þetta þýðir það líka við sem þá vakandi við því hvað við sjáum, á hvað við horfum. Hvað er í sjónvarpinu? Hvað er það sem við erum að taka inn? Kannski þurfum við jafnvel að slökkva á því að það er eitthvað sem er að koma inn sem á ekki að koma inn. Óvurinn er nefnilega ótrúlega lævis og duglegur að slæfa dómgrind okkar. Fyrir nokkrum áratugum að þá særði það blygðunarkennt fólks að sjá ber kvenlæri eða aðeins í svona maga. Núna þykir rétt að þess að ber brjóst í sjónvarpinu. Er það góð breyting? Mér finnst það ekki. Mér finnst það að stríði gegn orði Guðs. En ég verði að dæma fyrir sjálfan mig og loka þá augunum eða að líta undan, en mér finnst það ekki rétt. Dæmi hver fyrir sig. Kæru bræður og systur, ég spurði í upphafi hvers vegna erum við hér. Okkar bíður stórkostleg eilífð með föður okkar á himnum. En þennan stutta tíma sem við erum hér, hefur Guð boðið okkur að breiða út fagnaðarlandið. Og það er mjög einfalt. Öll höfum við syngað og skortið Guðstýrð. Ef við erum réttlætt án þess að verðskulda fyrir náð Guðs. Fyrir þá endurlaus sem fólst í fórnardauða Jesú Krists á krossinum. Vegna syndarinnar þá beið okkar heljarlaust. En með því að taka á móti Jesú Kristi og endurfæðast í honum, þá getum við verið nýsköpun og við öðlust nýtt líf í Jesú. Ég vil skora okkur öll, ekki ykkur öll, okkur öll, að vera opin fyrir því sem Guð hefur fyrir okkur. Hann hefur áætlun fyrir líf hvers og eins okkar. Og það eina sem við þurfum að gera er að vera tilbúin að ganga inn í þessa áætlun. En hann ýtir einhver að okkur. Hann þröngvar okkur ekki í neitt. Og rödd hans, hún er ekki í storminum eða í öskrunum. Hann hvíslar. Hlustum á rödd hans þegar hann hvíslar okkur og biður okkur að gera eitthvað eða fara eitthvað. Stundum finnst okkur að fáránlegt. Þess á ekkert vona mig eða hvað bara ekki að hringi þennan eða. En það er þá Guð aðeins að ýta við okkur.
ef þú ert hér og hefur ekki enn tekið á móti Jesú, þá vil ég hvetja þig til að gera það. En ég verð að vara ykkur við, það er, lífið breytist ef maður tekur á móti honum. Það verður ekki eins og það var. Ég tók á móti Jesú fyrir tæpum 5 árum síðan og það eina sem ég sé eftir er að hafa ekki gert það miklu fyrr. Hvernig breytist það? Hvernig breytist lífið? Verður allt auðvelt og eftir? Nei, það verður ekkert auðvelt og eftir. En það verður þess virði því að Guð er með manni og maður getur alltaf að leita til hans. Í fyrra þegar við fluttum hingað, þá fékk ég brjóskloss, mjög slæmt brjóskloss. Ég var frá vinnu í 3 mánuði. Þetta er eftir ég frelsast, er það auðvelt? Nei. Er það gleði? Nei. En í gegnum þann tíma, þessar 3 mánuði sem ég gat ekkert gert, ég var að treysta á aðra, fá aðra til að gera eitthvað fyrir mig sem ég var vanur að gera sjálfur og ég var vanur að gera allt sjálfur. Þá lærði ég helling. Guð kennir okkur. Á þennan tíma sem ég gat ekki unni og hafði þar alveg ekki tekjur, sem er leið hvað verst líkamlega, að þetta er svo tími sem að ég og kona minn hefur verið hvað hamingjusumst. Skrítið þetta. Gleðjist í Drottni. Þetta er ekki há kringumstæður. Munurinn var að ég hafði meiri tíma til að draga minnar í Drottni. Þvílík gleði. Þannig hvernig það breytist? Það er jafn misjafnt að vera mörg. En það breytist. Ég þekki það eftir flest sem hafa tekið á móti Jesú. Lífið breytist ef við virkilega tökum á móti honum og leyfum honum að vinna. Drottinn blessi ykkur kæru systkin. Ég þakka Drottni fyrir þennan dag, ég þakka honum fyrir það að við fáum að koma hér saman. Ég þakka fyrir að ég fengi að koma hér og tala til ykkar í dag og beðið þess að orð hans hafi snert við okkur hér í dag. Ég þakka Faðir fyrir gjöf þína, ég þakka fyrir orð þitt Drottinn og þakka fyrir það að þú gefur okkur skilning á þínu orði. Í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir kæru systkin.